Við byrjum í kvöld í Olísdeild karla en þar fer næst síðasta umferð deildarinnar fram í kvöld og barist á báðum endum töflunnar. Í Vestmannaeyjum hófst núna klukkan 6 leikur IBVF sem sat í efsta sæti og Akureyrar sem sat í því neðsta. Akureyri fellur í fyrstu deild með tapi nema fjölga verði í deildinni og þá getur liðið enn náð að halda sæti sínu en allt útlit fyrir að af fyrirhugaðri fjölgun verði í vor. Nú 3,5 mínúta eftir af leiknum í Eyjum og staðan jöfn. 21 mark gegn 21. Komum þarna inn á 29-21. Eyjamenn í sókn. Boltinn fer niður í horn. Akureyri vinnur boltann og fara svo í sókn. Sverre kemur sér svona fyrir inn á línunni. Og eins og við sjáum stemmingin mikil í Eyjum. Og hér svo aukakast dæmt og í framhaldinu taka Akureyringar leikhlé. Og þarna staðan 21-22, Eyjamönnum í vil og Sverri og Ingimundur teikna saman leikfléttu. Þannig sjáum við 5 sekúndur eftir á klukkunni. 22-21 Eyjamönnum í vil og sæti eiginlega bara í Olísdeild á næsta ári í húfi fyrir Akureyringa. Og við sjáum hérna fléttuna Kristján Orri Jóhannesson fer inn úr horninu. Ásakið, þetta nú reyndar ekki Kristján Orri. En þeir jafna leikinn þarna í 22-22 og þeir þurftu þá að treysta á það að Grótta og að Stjarnan myndi tapa stigum á móti Gróttu. Það gerðist alveg á lokamínútunum. Þannig að það ekkert lið fallið eins og staðan okkar núna. Nei, ekkert lið fallið. Í Vestmannaeyjum var Akureyri í heimsókn hjá IBVF en Akureyri sat á botni deildarinnar og varð að ná í stig til að forðast fall. Akureyringar börðust eins og ljón og komust í 7-2 og voru svo 3 mörkum yfir í leikliði 12-9. Norðanmenni voru enn yfir þegar stundarfjórðungur var eftir 18-16 en þá komu 5 mörk í röð frá IBVF sem breytti stöðunni í 21-18. Akureyringar gáfustu þó ekki upp og minnkuðu munin í 22-21 og voru í sókn þegar 5 sekúndur voru eftir. Þær sekúndur nýttu þeir til að opna vinstra hornið fyrir Andra Snæ Stefánsson sem jafnaði metin, lokatölur í Eyjum 22-22. Þetta flókin staða. Já, hver staðan fyrir ykkur eftir þetta jafntefli? Það veltur kannski svolítið bara á hvernig leikur Stjörnunnar fyrr. Sjálfsagt þetta stig kannski ekkert neitt rosalega stórt fyrir okkur, ekki nema það að Stjarnan gerir jafntefli líka sko. Þá hefur við ennþá séns í síðasta leik. Þannig að það var gott að ná þessu marki og svolítið bara svona gott fyrir okkur líka upp á þá næsta leik sem ég vona að verði bara úrslitaleikur fyrir okkur. Arnar, hvaða máli skiptir þetta stig sem þið missið hérna í restina? Það skiptir nú sennilega því máli að annaðhvort Haukar eða FH klárar að deildarmeistaratitil. Þannig að við getum svo hvatt hann með þessum tapaða punkti inn í kvöld. Ég sé þið glaðari, hvernig fannst þér þetta ganga annars? Já, ég hef alveg verið glaðari sko. Mér fannst við raun og veru falla bara á prófinu sko. Við búin að vera að spila vel og vogum okkur að koma hérna á móti liði sem er að berjast fyrir lífi sínu og gefur allt í leikinn með að mér finnst hangandi hend. Við vorum búin að skora 2 mörk eftir 15 mínútur og það er náttúrulega ekki boðlegt. Þú ert kannski ekki rétti maðurinn til að spyrja en það næsta sem ég kemst í að fá svar við spurningunni af hverju skaut Grétar Eyþórsson ekki þarna í blálokinn? Já, það er ágætis spurning. Þú verður eiginlega bara að spyrja hann sko. Þetta var allavega kjörið færi til að fara inn og klára þetta en þú verður bara að tjekka á því honum sko. Það verður að svara þessu. Ertu búinn að spyrja hann? Nei. Ég er ekkert búinn að fara inn í ákveðin atriði úr þessum leik. Við náttúrulega bara heilt yfir verðum að meta það hvernig við komum til leiks og hvernig við undirbyggum undir þennan leik og hvernig við svona farið í gegnum seinustu daga og þar bara fjallum við á prófinu og við þurfum að læra klárlega því að þetta er bara það sem koma skal. Þetta eru orrustur og við töpuðum henni í dag.